Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin aftur í Rauða borðinu. Ég heiti Mari Lilja og hjá mér er góður gestur, Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum. Þú hefur verið svolítið svona í eldlínunni síðustu vikuna eða svo vegna umræðunar áfengi og aðgengi að því og svona lýðheilsu almennt. Ég fekk mér svona aðalega bara svona til þess að stikla á stóru því að það var auðvitað í gær var svona endalega samþykkt að áfengi yrði leyft í svona íþróttaleikjum og borgin það fór í gegn, það virðist. Mér skjáttlast ekki allavega og það greinilega eitthvað að losna svona þessi höft sem hafa verið á áfengissölu á Íslandi og þú svona, talað ansi hreint og beint gegn því. Hvernig líst þér á svona þessa þróun? Mér finnst líst ekki nógu vel á hana, þannig að og því að ef við bara horfum til dæmis til OECD-landa þar sem að áfengisneysla hefur verið að dragast saman síðustu árin, 10 árin eða svo, að þá hefur hann verið að aukast hér á landi og Alþjóðaheilbrigðismálastofnun sem við erum aðildarríki að mælir markvisst með því að vinna að því að draga úr neyslu í samfélaginu og ástæðuna fyrir því náttúrulega æði margar. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að fara að endurskoða hvernig samband okkar við áfengi því að áfengi vímu og fíkniefni og það líka ekki bara það, heldur það eiturefni, það þekkt krabbameinsvaldandi efni, lykt og tóbak. Þannig að þetta engin venjuleg neysluvara sem við erum í höndunum og við þurfum svolítið að svona bera virðingu fyrir því held ég. Hvernig við ef ég bara horfum tilbaka því ég flutti til útlanda á tímabili eða svona var með annan fótinn í útlandum tímabili og þá sá ég bara þegar ég kom tilbaka í raun hvað búið að normalisera áfengisneyslu. Þú veist, það svo kallar kampaðins hlaup, það bjórböð og það fólk sem sagt meira segja sjónvarpið, ríkissjónvarpið býður upp á áfengi í beinni útsendingustundum og aðrir fjölmiðlar. Þannig að þetta svona, við erum að þróast í ranga átt með við tóbaksvarnir þar sem við náðum alveg frábærum árangri að undan skildum nikotínvörum. En hvernig, af hverju þetta svona ólíkt að því að nú hefur bara alltaf allavega eins og ég talað áfengi sem fíkniefni og alveg svo við tölum tóbak sem fíkniefni. Og þetta einmitt, þetta bara fíknivaki og þetta bara veldur heilmörgum vandamálum í lífum fólks. Af hverju við erum með stranga tóbaksvarnir, en af hverju erum við að sleppa takinu þannig? Já, það bara gott kannski að spyrja bara stjórnvöld af því. Þannig að einhvern veginn, ég held að mér líka með tilkomu þessara netsölu án lagalegrar heimildar, náttúrulega fólk fór á stað að selja áfengi bara Pétur og Páll án þess að hafa lagalega heimild að það hefur líka valdið ákveðni normaliseringu í samfélaginu og auðvitað örugglega margt sem að kemur til en þannig að hvað nákvæmlega sem veldur, ég held að sé margir þættir sem að spila saman en núna svo mikilvægt að bara horfa þess á aðstæðna sem við erum, hvaða efni við erum með í höndinni. Þannig að við erum með efni sem að veldur því að fjórðungur sýnir skaðlega hegðun í sambandi við. Þannig að Alma Möller kom með þær tölur á læknadögum og 7% þjóðarinnar hefur lagst inn á Vog og eflaust mjög margir sem hefðu gott að því að koma líka og fyrir utan til dæmis ef við skoðum við tökum bara 1 lítra því að áfengi þekkt fyrir að valda 200 sjúkdómum og áverkum að ef við bara tökum 1 part af því brjóstakrabbamein og þar eru engin örugg mörk. Þannig að nú í raun bara þannig að því meira drukkið því meira áhættan svolítið eins og með tóbakið. Þannig að í tóbaksvörnunum þá fórum við bara í markvissar stjórnvaldsaðgerðir sem að byrjuðu fyrir 8
45 eitthvað svoleiðis og já, hvað er það, 50 ára síðan eitthvað svoleiðis. Þannig að, já, það sem að bara smá saman aðgengi og sýnileiki var minnkaður sem hafði það í för með sér á endanum að þú sér hvergi tóbak og meira segja á ef þú netinu þá getur það hvergi sýnilegt, sígarettur eru hvergi sýnilegar í samfélaginu og ekki heldur þegar þú fyrir til búð. En núna þá hefur sýnileiki áfengis árið miklu meiri, þú veist þess að þú talum núna líka á íþróttaviðbörnum þar sem við erum með börnin okkar til dæmis. Þannig að þau eru útsett fyrir því að það sé bara eðlilegt alltaf að drekka í raun, leiðilegt að segja, en það er eitraðan drykk. Þetta er eitrefni sem er krabbameinsvaldandi. Þannig að af því að við erum áfengi hefur þróast með mannkyninu í þannig séð bara frá fyrstu heimildi geta 9.000 árum þegar fyrstu heimildir segja að menn byrja að brugga og þannig að og þetta myndast í náttúrunni þannig að þetta er stór partur af okkur en það þýðir það samt ekki að þetta er ekki venjuleg neysluvara. Megum ekki horfa á hana eins og bara mjólk eða aðra neysluvöru. Hvers vegna, einmitt, horfum við á hana eins og mjólk og aðra neysluvöru? Þetta er auðvitað í gegnum auglýsingar og bara svona popkúltúr og svona menningu sem að fylgja okkur eins og segir. En erum við ekki, ef við myndum banna þetta bara hreinlega, væru við þá ekki einmitt að svona bara plástra eitthvað vandamál? Fólk sem ánýtist áfengi eru oft með, eru alkoholistar eða hafa eitthvað svona undirliggjandi sjúkdóma, eru þunglindir eða líður eitthvað illa og ég held að sé, ég veit ekki alveg hvernig það, ég þekki það, ég held að sé litla líkur á að manneskja sem alveg í toppstandi, hún ánýtist áfengi og verði bara alveg svona kolruglaður alki en þú kannski þekkir það betur en ég en þannig að já, með því að svona banna og hefta aðgengi erum við þá ekki bara einhvern veginn að svona gera það sama og við önnur fíkniefni í samfélaginu, ættu við ekki að vera skaðaminka frekar og kannski svona tækla þessa hluti öðruvísi? Sko já, þetta sem sagt skaðaminkunin þú veist, það í raun, þá ertu komin í raun með sjúkdómin og vandamálið. Þannig að við viljum alltaf byrgja brunnin á barnið eftir við viljum alltaf fara í forvarnir. Það svo Mark Persson sagði í raun sem frá OECD sem kom og hélt erindi á læknadöfum, fyrir hverja eina krónu sem við setjum í forvarnir getum við sparað 16. Þannig að forvarnir eru gríðarlega mikilvægar bara, þú veist, fyrir samfélagi heild. En til dæmis morfín, það eru sumir sem fá morfín og finna strax að þetta eitthvað fyrir efni fyrir þá, svo aðri sem að það gerir ekkert fyrir og líður bara illa að því að fá morfín eða ópíóða. Ég meina það sama svolítið með áfengi að sumir eru með meiri tilhneigingu til að verða háði og ávanabindast en áfengi í raun að því það er hugbreytandi efni þannig að það breytir taugabúðefnunum í heilanum sama hvort að þú sért háður því eða ekki. Þú veist það fyrst, ég meina ástæða fyrir að sækjum í það að bara fyrst líður flestum mjög vel sem að neita þess. Og tengjum við eitthvað svona stuð? Já, tengjum við stuð og líka því að það losar öll hormónin í raun í heilunum sem sækist þetta að fá. Það er GABA sem er svona róandi, serotonín, dopamín, endorfín og oxytocin losar bara svona gusu af þessum boðefnum sem við erum alltaf að sækast eftir í daglega lífi. Þannig að mörgum líður mjög vel þegar fá sér fyrsta sopan. En það sem að gerist þegar frá líður að heilin í návist návist etanóls, þá fann að breyta viðtökunum sínum og breyta í raun virkni taugafrumuna þannig að það verður akkurat það snýst upp í andhverfi sína. Þannig að okkur fyrir að líða verð og við eigum erfiðara með að losa þessi dópamin og önnur taugabúðefni sem okkur líður svo vel með. Þannig að það tæmist, dópamintankurinn tæmist. Þannig að margir sem að koma inn eru bara algjörlega mjög erfitt með að finna nokkra gleði og finna mikinn kvíða því að það er ákveð efni glútamat sem eykst í heilanum og það er svona til dæmis getur fólk, aldrei ráðlegt að fólk hætti að drekka skyndilega ef það er búið að drekka einhverja daga því að glútamat sem að eykst og getur valdið kvíða og streitu að það getur líka valdið flogum og sem getur verið lífshættulegt að fólk hættir skyndilega. Þannig að það hefur mjög mikil áhrif á efnaskipti í heilanum áfengi.
og þannig að þetta ekki eins og segi venjuleg neysla en ef við myndum banna þetta, fara aftur til bannárana, ég nú ekki ekki að hvetja til þess, heldur bara í raun að gera áfengi ekki af svona eftirsóttri vöru, þannig sé eins og við erum að normalisera hann í dag og ég bara, það hefur svo mikið áhrif, þú veist alveg bara, ef þú ferð eitthvað staðar og þér búið vín, þá ertu miklu líklegri til að þiggja það. Já. Og núna ég búin að heyra nokkra sem að fari til dæmis Sádi Arabíu eða Marokkó eða einhverja þessar landa sem í raun áfengi, þannig sé mjög erfitt að nálgast það nema á einhverju ferðamannastöðum og sérstökum, að fólk kemur tilbaka og það svo fegið að hafi ekki verið útsett fyrir víni. Það svo miklu endurnærðara og í raun kemur heim miklu útkvildara af því að það einhvern veginn þannig sé nettist ekki til að drekka áfengi. Já, ég var í Egyptalandi í nokkra mánuði og þetta var einmitt, það svona einn af þeim hlutum sem kom mér mikið óvart. Ég svona kona sem að fæ mér oft vinglas á kvöldin og fer út og hitti fólk og í víni og einhvern veginn hefur og sko í gegnum árin hefur það bara orðið svona hluta minn sjálfsmynd og sem að ég held að sé svolítið bara með ansi marga og sérstaklega einmitt af svona minni okkar kynslóð fólk sem að elst upp í þessu aðgengi sem er fínt og svona og þessum kúltúrum það þurfa alltaf að vera vín og ég fyrir leik eftir lands þar í nokkra mánuði og ég gæti verið að labba í Kaíró þar sem er rosalega mikið af fólki ofboðslega mikið áreiti og svona en öðruvísi áreiti og ég gæti verið að labba ein út á nóttinni í Kaíró, miðri Kaíró og án þess að vera hrædd við fólki sem þar var eða svona að því að það var enginn undir áhrifum áfengis og það var svona fyrsta skipti sem ég hugsaði vá, djöfull er þetta bilað af því að ef ég væri í London eða bara í Reykjavíkurborg af því að þú veist að labba niður Austurstrætið eftir 3:00 á nóttinni helgar, það er bara ekkert grín af því að maður lendir í einhverjum stimpingum eða verður vitna þeim eða af því að þetta ruglar fólk svo í rýminu Það eru alls konar annars konar vandamál í Egyptalandi og í þessum löndum sem að kannski hafi ekki áfengið en þarna var sleppti því einhvern veginn og það var svona ákveður öryggi sem fólst í því og ég fann það einmitt hvað var gott þegar ég kom heim og ég hugsaði bara vá, herðu, það þarf ekki alltaf að vera vín, það er alveg hægt að fara út og hitta vin sína og það er hægt að fara á út í göngutúri eða bara hanga úti á kaffihúsi án þess að vera draugfullur eða tipsy, sko. Algjörlega, svo samanlega og það málega nefnilega mitt að því að við erum að tala áhrif, hvernig áhrifin hafa heilan líka og það sem er vel skrásett og vel þekkt í raun er áfengi slekkur á í raun rökheilanum, slekkur á vitsmuna heilanum sem er bak við ennu okkar sem að er það sem dómgreindin er og hefur hömlur á hvötum okkar og tilfinningum, þannig að það í raun ítir undir örvar í raun svona hvataheilan til að láta okkur gera eitthvað sem við myndum ekki gera annars undir áhrifum áfengis. En það er örgulega flesti sem tengja við það að hafa gert eitthvað undir áhrifum sem við myndi aldrei gera án áhrifa. Þannig að og til dæmis er að því að þú varst að tala þetta öryggi sem er mjög áhugaverður punktur að því að akkurat að átta sig hvað þetta birtingamyndin er víða áhrif áfengisneyslu að til dæmis í það vel þekkt í svona drykkjuhátíðum bara víða heim að þá aukast komur og bráðamóttökuna alltaf 50-falt bara út af ofbeldi, slysum og skurðum og þú veist svo náttúrulega líka til dæmis í raun hjartsláttartruflunum og öðru. Þannig að Já, og svo veit maður líka, maður hefur lesið tölur frá neyðamóttöku og það er yfirleitt og mjög oft er áfengi í spilinu þegar komið er þangað og einmitt einu og allar bráðamóttökur í rauninni. Svo er annað að því að þetta með íþróttakappleikina, mér fannst það svolítið svona, þetta er svona ákveð skref og ég veit ekki ennþá hvað mér á að finnast það en ég man eftir því þegar ég bjó í Englandi það var rosalega mikil umræðu nákvæmlega þetta einfaldlega vegna þess að það jókst umtalsvert ofbeldi, heimilisofbeldi þegar að enska landsliðinu gekk illa í fótbolta eða þegar að það var heimaleikur hjá ykkur liðana og þau töpuðu og þannig að þú veist og það var vegna þess að það komu þú veist það er svo mikil áfengismenning í kringum íþróttirnar sko
og þá var þetta yfirleitt þannig að hérna menninni fóru á leikina, voru rosastuði, byrja að drekka hádegi, tapa og fara þá, hella í sig, fara svo heim og lemja konurnar sínar og þetta bara, og ég ekki bara að segja þetta bara viðvarandi vandamál í Englandi og víðar heim ímynda ég mér. Það svona finnst manni svo skrítið einhvern veginn að vera að blanda þessu saman hér. Akkurat, og ég hugsa alltaf bara, áfengi, að því við horfum á íþróttir, það svona uppmálað hraustleiki og heilbrigði og svo verum við áfengi sem að í raun það kannski tengist að einhverja félagskap og eitthvað svoleiðis, en á heildinan litið það í raun hefur það alveg gríðarlegan kostnað með sér, bæði fyrir einstaklingin og svo samfélagi, þannig að í raun á þetta enga samleið, þannig séð. Og mér fannst einmitt Íslendingar voru svo flottir að vera með, að fara bara sína leið, nei við blöndum ekki saman í íþróttum og áfengi. Og það hefur yfirleitt verið mjög mikið stuð hérna á landsleikum. Algjörlega, nákvæmlega. Og ég veit, og vikingaklappið og allt þetta, ég meina að þetta allt kemur upp úr því að vera með áfengislausa leikfang. Algjörlega, miklu heilbrigðara hafa þannig að hljómar alltaf sem að þetta sé líka partur af því að fá tekjulind og við þekkjum það náttúrulega, að það sem þú ert með ávanabindandi efni, það náttúrulega það svo margir sem neyta þess að það yfirleitt góð tekjulind. Já, þetta svolítið einkennilegt einmitt að því að á sama tíma og við okkur þykir undarlegt að S.O.A. eigi hérna spilakassana og þá þetta svona svolítið svipað að vera með íþróttafélögin sem með bar. Algjörlega. Þetta svona já, S.O.A. ekki lengur með þá. Nei, okay. Svo það komið fram. Já. Þannig að já, enda þeim þótti það ekki við hæfi. Og því að ég meina að maður sér það bara núna til þess að því að nú tala það kom inn á það líka með spilafíknina að við erum að sjá mikið af því til dæmis á Vogi, það sem sérstaklega ungi drengir eru búin að tapa mörgum milljónum kannski bara á stuttum tíma, en strákarnir mínir eru allir að koma staðannan aldur, eru allir svona ungir menn og þær eru stöðugt að fá auglýsingar að fjárhættuspil. Þannig að þetta það sem að ef þú ert með eitthvað sem að svona nærða að krækja í neytanda þannig að þú gerir hann að þínum og að því að varan þú verður háð vörunni að þá kemur markasetningin alltaf lúmst inn til að ná í fleiri kaupendur. Þetta rauninni bara kapitalismin að eyðileggja allt stuð. Já. Það bara þannig. Það fyrir ekki eins og í kringum íþróttaleikina einmitt að því að mikið af þessum spilafíklum eru einmitt að veðja á fótbolta og þeir eru að veðja og þarna eru við komið hérna, þú veist, svo tapar eða ferð á leikinn til þess að fylgjast með því sem við erum búin að veðja og hellir því fullan og meðan. Þetta eitthvað svona, við erum búin að búa til eitthvað svona úr íþróttum sem að var aldrei áður og það skrítið, við getum alveg talað það, alveg sama hvort okkur finnst, þú veist, því að megi vera áfengi á leikjum eða ekki, þú veist, þetta samt skrítið að vera einhvern veginn að búa þetta til núna. Algjörlega. Með alla þessa vitnesku, ég skil það kannski fyrir 100-200 ára síðan þegar við vissum ekki hvaða áhrif þetta hefði á líkam og sál. En núna með alla vitneskjuna sem við höfum, alla rannsóknirnar sem sýna í raun, þú veist, hversu víðtæk áhrif þetta hefur, að við séum þá í raun að greiða götur efni sem að í raun, hefur svona víðtækan skaða fyrir samfélag og við erum alltaf að tala líka til dæmis eins og með tóbaksvarnirnar. Stærstu rökin fyrir tóbaksvarnirnar var að vernda fólk fyrir óbeinum reykingum, þannig að vernda náungan, þú veist. Áfengi, það er því góð skýrsla frá Bretlandi, frá David Nutt og félögum, það sem reiknuðu í raun áfengi hefur mun skaðlegri áhrif fyrir aðra neytandan, samfélagið og aðra heldur en neytandan sjálfan og heldur en tóbak. Þannig að óbeini skaðin af völdum áfengis mjög mikill. Ég hef oft hugsað þetta líka þegar maður flugvél. Að því að þegar maður í flug og ég með það var auðvitað þannig að Æsland einsinni en það svona ef þú kaupir þér í British Airways eða bara einhverju stóru flugfélagi út í heimi þá er svo vel veitt af áfengi alla leiðina og ég held að sé í íslensku vélunum þarftu nú að kaupa það en
En þú færð hérna og svo er hérna, svo klóra sér allir hausnum yfir því að það komur eitthvað svona flugdólkur fremst sem við fyrir að teipa og ég hugsa bara, af hverju erum við að búa til þessar aðstæður því að þú veist, maður setur max 5-8 tíma í flugvél, alveg algjört max. Af hverju erum við að búa til aðstæður þar sem að, þú veist, svona tímasprengja, sko. Ég er svo samanlega, ég er búin að hugsa þetta svo oft, þú veist, að þetta ábar ekki saman að því að svo eru flugfreyðnar og öryggisferðir og ef eitthvað gerist og fyrir flugvélina og fólki er hálf drukkið, hvernig ætlar að bjarga sér, sko. Þannig að þetta er einhvern veginn svo, ég vann á tímabili hérna sem flugfreyja í Atlanta og það var einmitt áður en að sígarettur voru bannaðar hérna í flugvélum og þar keypti fólkið sem að reykti, reykingamennir, þeir keyptu sér sæti í reyklausa hlutanum sem var fyrir framan, fremlishlutin, en svo fór það alltaf og gekk það aftur í til að reykja þar, af því það vildi ekki sitja í reyknum. Þannig að, þú veist, þannig að í raun fólk, við erum svo mikið alltaf að hugsa um okkur sjálf, hvað er best fyrir okkur, en ekki, þau voru ekki að hugsa um hina, þú veist, að hini sem að reyktu ekki endur kannski í himisætinu og þurfti að fá reykin yfir sig. Þannig að viljum við fara aftur þangað, þú veist, viljum við aftur bara leyfa reykingar í flugvélum og hérna allstaðir, ég held ekki, þú veist, þannig að já, við þurfum alveg held ég að spyrja sjálf okkur hvað við erum að ganga og ég líka, þú veist, þess að Alma Möller kilti til dæmis á þinginu á læknadöfum að það kostar okkur yfir 100 milljarða á ári áfengisneysla samfélagið og það er í raun hóflega áætlað ef við miðum við sænskar skýrslur og norskar og erlendar skýrslur þá er kostnaðurinn 150 milljarðar ári og fyrir hvern einn líter sem neyslan eykst að þá má gera ráð fyrir að kostnaðurinn aukist 17 milljarða. Þetta er bara eitt spítali á ári. Já, þetta er bara spítali á ári. Þannig að, og við erum í raun að því að áfengi er svo lúmst, og fólk er ofta ekki að gera sér grein fyrir að þó að drekki bara daglega eitthvað smá þá getur það aldrei hámblóðþrýstingi, það getur aldrei alls konar einkenni sem bara kvíða, það getur aldrei bakflæði, allt þetta algengustu einkenni getur aldrei alveg, ég get tala upp alveg endalaust en fólk er ofta ekki að tengja en það kemur alltaf kannski á heilsugæsluna og það þarf að fá bakflæðilyf og háþrýstilyf og kvíðalyf og svo er þetta stundum bara áfengi, ekki alltaf, ég er ekki að segja það, en þú veist, þetta er stór partur líka bara af öllu þessu litla sem að við kannski ekki endilega hjarta áföllum og heilablóðfalli og eitthvað svoleið sem að getur valdið sem er alvarlegar og krabbameinum, en líka öll þessi litlu vandamál sem eru lúmskun kosta samfélag okkar gríðarlega mikið. Það er annað í þessu, svona áður en ég sleppi þér og það er að því að við höfum verið að tala um Bakkakot og þar var mikil áfengisneysla og þetta er eitthvað sem við fordæmum og við Björn Þorláksson var með viðtal í gær þar sem hann var að velta fyrir sér ásamt lækni, sérfræðingi hvort að Íslands samfélag væri raunverulega gott við börn hvort að við heldum það bara og þetta, mér finnst þetta eiga svolítið við í þetta samtali mitt líka vegna þess að með því að bjóða upp á áfengi á íþróttaleikjum með því að hafa svona opið aðgengi að því út allt þá erum við auðvitað að útiloka börn úr þessum rýmum. Við erum að auðvitað ferðu frekar með vinunum á fótboltaleik ef við getum drukkið bjór heldur en að taka með krakkana og þetta er að vefjast svona svolítið fyrir mér. Ég er búin að vera að velta þessu svolítið fyrir mér. Þetta er svona, við viljum ekki hafa börn þar sem er áfengisneysla. Algjörlega, mjög góð punktur að því að til dæmis að þeim árum sem ég var í Bandaríkjunum að þar var einhvern veginn allt annað, þá tókstu börnin alltaf með, af því það var heldur engin amma og afi eða einhvern veginn að passa, þannig að allt var einhvern veginn svona skipulagt í kringum fjölskylduna og þar upplifi, svo ég segi bara, eitt besta tíma lífsökar, því að við vorum svo mikið saman fjölskyldan, vorum miklu meira saman og gerðum miklu meira saman, af því að það var í raun einhvern veginn gengið út frá því, en hér er miklu þegar við komum heim, þá er miklu sjaldnar sem að er einhver hittingu með börnunum og nú erum við hætt með barnaafmæli því að börnin mínu kom þann aldur. Þú veist, þannig að það eru sjaldnar sem að er eitthvað að vera þar sem börnunum er
já, börnin eru velkomin líka. Og að því þú tala bara rétt punktur en að því þú varst að tala sýnileikan fyrir börnin, að því að bara sem eitt dæmi með eitt þekkt til dæmis, nú tek ég alltaf að því að þetta að því við erum að tala um fíknefni, skilur, og nikotín fíknefni og nikotínpúðar líka. Eitt þekkt fyrirtæki sem að selja nikotín púða, hefur verið duglegt að markasetja sig, að nú ég foreldrar að koma til mín og segja mér að börnin þeirra sem eru 7 til 8 ára eru svo spennt að fara í þessa búð og spennt að kynnast því. Hvað þetta? Þau eru svo, það er búið að svona brennimerkja þetta í raun merki eða brand inn í þeirra. Þannig að þau vita strax og þau eru bara rétt farin að svona hugsa fyrir sjálf sig að hvað fíkniefni ákveðin tegund af fíkniefni heitir. Ég get alveg ímyndað mig hversuna líka. Já, ég held að flesti viti hvað við erum að tala um. Akkurat. Og þetta allt bara öll þessi sýnileiki sem hann gerður svona spennandi. Já. Það, börnin okkar, þau læra ekki það sem við hafa sagt við okkur, heldur það sem að þau fylgjast með og þau læra af hegðun annara en ekki það sem sagt við þau. Einmitt. Við þurfum að ræða þetta aðeins betur áður en að við einhvern veginn sleppum þessu algjörlega lausu. Ég held og eins og þú segir, ég meni þú ert auðvitað ekki að biðja um neitt bann, heldur bara við séum kannski svona aðeins meðvitaðir um það hvað við séum að gera og hverju við séum að einmitta og hvað við séum að hafa fyrir börnunum okkar og annað. Og bara átt okkur á því hvað við erum í höndunum. Þannig að ég ekkert, alfarlega eitthvað á mótið þessari vöru, en bara við svona aðeins vöknum og svona hugsum fyrir okkur og mér finnst alltaf að vera fleiri og fleiri að koma fram sem bara ákveða að hætta að drekka og finna munin. Hann kannski, það tekur alveg hvað svona 3 mánuðir svona fyrst allavega smá saman, finnur fólk munin. Það eru mjög margir sem bara farnir að í raun kjósa, bara prófa að hætta að drekka í eitthvað tíma og segja hvernig það líður. Og núna náttúrulega komið svo mikið áfengislausum víntegundum og bjór, þannig að ef fólki finnst gaman að finna bragðið en ekki áhrifin, þá náttúrulega allt annan landslag heldur en var bara fyrir nokkrum árum núna. Þannig að það er allt hægt í þessu. Það þarf ekki alltaf að vera vín. Nei, það þarf ekki alltaf að vera vín, já. Við komum að niðurstöðu hér. Lára Sigurðar, þakka kærlega fyrir að koma hérna að rauðaborðinu og hérna ræða þessi mál. Ég held að við verðum nú duglega að hnippa í þig áfram og hérna þetta sé samtal sem að sé, ekkert að fara neitt á næstunni allavega. Takk kærlega fyrir boðið. Takk. Og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is